Ég heiti Viðar og kenni stjörnufræði í Flensborg. Ég ætla að taka þið með mér í ferðalag sólkerfið okkar sem að samanstendur af sólinni og 8 plánetum. Þessar alls konar smástirni sem eru hérna í smástirnabeltinu og mörgum dvergplánetum hérna í Kuipersbeltinu eins og Plútó og Eris og Sedna, og yst hérna svo Ortskýið. Þar eru aðalega frosnar agnir úr efnu sem við erum vön að þekkja sem vökva eða loft, og þetta kallast geimryk. Stærðir hnattanna eru mjög mismunandi af því að sólin yfirgnæfandi með 99,95% af efninu. En í plánetunum, þar Júpíter stærstur og hann með 70% af þeim massa sem eftir . Vegalengdir milli hnattanna eru líka mjög mismunandi af því að innri pláneturnar, Merkúríus, Venus, jörð og vegalengdinni út í ystu plánetuna, Neptúnus. Frá sólinni til jarðarinnar, hún kölluð stjarneining, skammstöfuð AU fyrir Astronomical Unit, en það eru 1,5 stjarneiningar út í Mars. Í 2 stjarneininga fjarlægð tekur við smástirnabeltið, og þar eru svona 10.000 smástirni sem eru vel þekkt. Frægasta þeirra Ceres og hann hefur þvermál sem svona hálft þvermál tunglsins okkar. Líklega það Júpíter sem kemur í veg fyrir smástirni hnoðist saman og myndi nýja plánetu. En Júpíter, hann hérna í 5 stjarneininga fjarlægð frá sólinni. Svo koma hérna Satúrnus og Úranus og Neptúnus, og Neptúnus, þá erum við komin upp í 30 stjarneiningar. Þar fyrir utan þetta Kuipersbelti. Kuipersbelti í 50 stjarneininga fjarlægð, og utanum allt saman Ortskýið sem í 50.000 stjarneininga fjarlægð. Kuipersbeltið inniheldur hnetti á borð við Plútó sem misti nú sinn plánetutitil fyrir 10 árum. Hér líka Eris og Sedna, og meira að segja Eris stærri en Plútó. Og svo auðvelt að muna röðina á vegna þess að hér komin þessi skemmtilega enska setning, very fyrir Merkúrus, very fyrir Venus, educated fyrir Earth, jörðina, mother fyrir Mars, just fyrir Júpíter, served fyrir Satúrnus, us fyrir Úranus, 9 fyrir Neptúnus, og setningin var pizzas, en það var áður heldur en að Plútó misti sinn titil. Pláneturnar fyrir innan jörðina, Merkúríus og Venus, sjást alltaf frá jörðinni í sömu átt eins og sólin . Til dæmis, þegar að við stöndum hér á jörðinni, við horfum nú ofan á hérna norðurpólinn, og þegar Venus hérna, þá sjáum við Venus
sem morgunstjörnu og þá er hún hægra megin við sólina. En ef að Venus er kvöldstjarna, þá er hún kannski hér og við sem erum búin að ferðast með jörðinni allan daginn sjáum hana á kvöldin þegar við hætt að sjá sólina og sjáum þá bara Venus og þá er hún vinstra megin við sólina. Sólkerfið byrjaði að myndast hérna fyrir 4500 miljón árum og á innan við 100 miljón árum þá voru pláneturnar að mestu tilbúnar. Sólin, hún hnoðaðist saman úr miklu af bergi og málmum en líka miklu af vetni og helíum. Þegar að þessar gastegundir duttu niður að miðju sólarinnar í þyngdarsviði hennar fór að hitna og hitastigið náði 6 milljón gráðum. Þá fór vetnið að renna saman og mynda helium og þá skapaðist 15 milljón gráðu hiti hérna í kjarnanum í sólinni. 15 megagráður. Föstu efnin í innri plánetunum eru berg og málmar og þess vegna kallast þessar innri plánetur bergpláneturnar. Berg, já. Og á þessum stað þá var hitastigið svo lágt, var ekki nógu lágt til þess að vatni væri frosið og hægt væri að búa til plánetu úr vatnskristallum. Hnettirnir hérna kólnuðu því hraðar sem að þeir voru minni og á Merkúríusi þá eru engin eldgos svo hún er kölluð óvirk. Nú Mars er líklega líka óvirk, en bæði jörðin sérstaklega og líklega Venus eru virkar. Utar í sólkerfinu eru gasrisarnir Júpíter og Satúrnus og þeir mynduðust þar sem að lítið var fast efni en meira vetni og helíum og þetta gas safnaðist hratt upp í stóru hnettina hérna, Júpíter og Satúrnus og áður heldur en sólin hitnaði svo mikið að geislar hennar gætu feykt í burtu, þannig að sólvindurinn kemur frá sólinni eftir að hún er farin að hitna en áður en það gerðist þá voru Júpíter og Satúrnus búin að fanga vetnið og helíum í þyngdarsviði sínu svo að þessi gasrisar þeir urðu hér stóðu af sér sólvindinn. Þegar að Júpíter og Satúrnus höfðu safnað í kringu sig svona miklu gasi þá voru Úranus og Neptúnus að vinna úr miklu minna af byggingarefni. Þeir uxu hægar og sólin blés í burtu frá þeim gasi sem að þeir voru þó búin að safna í hnött og eftir urðu bara vatnskristallar. Það segjum við hérna að Úranus og Neptúnus séu vatnsrisar á meðan að hinir eru svona gasrisar. Og við skulum snúa okkur núna að sínudæmunum og svara því hver af plánetum innra sólkerfisins er með snúning sjálfa sig frábrugðinn snúningi hinna. Og svarið er Venus,
sem að snýst réttsælis sjálfan sig, en allar hinar pláneturnar, Venus snýst sem sagt réttsælis í kringum sjálfan sig, en allar hinar pláneturnar snúast rangsælis í kringum sjálfa sig. Svona, allar hinar allavega innri pláneturnar. Þá skulum við kíkja á hvaða munur á byggingarefni innri plánetana og ytri. Þá getum við sagt að innri eru byggðar úr bergi og málmum, en ytri pláneturnar eru byggðar úr gasi og frosnu vatni. Þá skulum við kíkja á hverjar af plánetum í innra sólkerfinu eru enn jarðfræðilega virkar, og við þekkjum öll eldgosin á jörð, og líklega, þó við sjáum nú ekki alveg niður á yfirborðið, þá er Venus virk, en hinar minni pláneturnar, sérstaklega Merkúríus sem er alveg steindauður, og Mars er óvirkur líka, svona jarðfræðilega. Og þá komum við að því hvers vegna Júpíter og Satúrnus eru svona áberandi stærstar, af því að þær unnu í kapphlaupinu. Svona byggingarefni eða gasið. Sem sagt áður en sólvindurinn fór að blása. Nú kanntu nógu mikið til þess að glíma við æfingarspurningarnar sem fylgja hér, og nokkrar þeirra koma lítið breyttar í næsta örprófi samkvæmt áætlun. Gangi þér vel!